sportátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Klukkan er korter í 10 og það er 31. ágúst fyrir þá sem eru að hlusta á þetta viðtal eftir á. Og já, við erum komin núna yfir í skotfimi og línuna er komin Hákon Þór Svavarsson úr Skotíþróttafélagi Suðurlands. Komdu bless á sælhöfðingi. Já, sællustu. Hvernig hefur það? Bara nokkuð gott. Já, nema að það er náttúrulega komið frí, er það ekki núna í keppnum hjá þér? Ég er svona næstu því. Já. Það er eftir eitt stykki heimsmeistaramót á Ítalíu. Já, og hvenær hefst það? Það er 12. september. Já, það fer að styttast í þetta? Já. Já. En hvernig, svona, ef þú ferum aðeins yfir sumarið, þá er búið að vera mörgu að snúast hjá þér þetta sumarið, þá búin að keppa fjölda móta? Já. Og það er náttúrulega byrjaði það ekki svona stærst í byrjun sumar, þá varst að keppa það ekki á Evrópuleikum? Jú, í Bakú. Í Bakú, já. Hvernig er að vera þarna út í Bakú í, hvað, Æsibæsjan? Já, það er bara heitt. Já. Þetta er mjög gaman, sko. Þetta tekur þó nokkuð álíka. Já, og það kannski skemmir það ekkert svona þegar maður er að einbeita sér að svitna svona með byssuna? Þetta gerir lífið ekki auðveldara, til að segja þér. Nei. En hvernig... Þeir miskilur þetta mikið útlendingarnir, sko. Þeir held að það sé hægt að klæða þetta af sér, sko. Maður útskýrir fyrir þeim að þegar maður er úti þá er bara skinnið eftir. Já. En hérna heima þá klæðir maður sem bara meira eða kalt. Já. En hvernig fyrir ykkur svona fremstu skot menn hérna landsins, já, þegar þið farið út að keppa náttúrulega allt inn í svona lognu og fleira, verið ekki alveg ruglaðir eða því að þið eru nú ofta að keppa í heilmiklum vindhviðum? Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikil munur og þetta er náttúrulega mikið betri aðstæður. Og það er svona eina sem er erfitt að eiga við, það er blessaður hitinn. Já. Þannig að það er mestu vandræðin fyrir ykkur? Já, maður drekkur fleiri lítra vatni á dag svona halda sig góðum. Já, nákvæmlega. En svona ef við byrjum aðeins á þér, hvernig stóða því að þú férst svona mikinn áhuga á því að vera í skotíþróttum? Þetta byrjaði nú bara þannig að maður var að veiða í sveitinni. Skjóta gerðir og svona og svo dætt manni hefur að prófa þetta að efa sig og þar var gamall refur sem heiti Gunnar Sigurðsson sem að greip mann glóðvolgan og kom manni bara í þetta. Já, og þá var ekki aftur farið? Nei, þetta er alveg óskaplega gaman. En já, það er náttúrulega svona skotíþróttin sjálf á Íslandi, hún virðist vera að ná svona auknum vinsældum núna á síðust árum. Já. Það er ekki spurning, sko. Okkur vantar bara svona meiri umfjöllun þetta, þannig að maður ná að tvorsetja upp á eitthvað herra level, sko, í huga líka. Já. Það er hefur verið svolítið erfitt að fá sjónvarp og svo leiðist til að skoða þetta. En svo kemur alltaf náttúrulega eitthvað tenging við skotið sem að kemur þessu svo sem ekki drosa mikið við. Nei. Það er náttúrulega bara íþrótt. Já, nákvæmlega. En já, það er náttúrulega verðið væntanlega svona beint í sjónvarpið það ekki því að þið eru nú, já, einu sem eru það ekki megi vera vopna á ykkur? Jú. Þannig að þið getið setta svona ákveðna pressu á fjölmiðla? Já, það var alveg hægt. Já, náttúrulega. Það ræði á smávegis. Já. En framundan er heimsmeistarakeppnin og hún hefst núna 12. september og svona undirbúningu fyrir heimsmeistarakeppnin, hvernig kemur hún svona fram? Já, það er náttúrulega snýst að skjóta bara nógu mikið og svo það maður að taka svolítið til í hausnum á sér og það fer náttúrulega voðalega mikið fram þar. Já. Það hafa stjórn á því sem maður er að gera. Já. Og það var reyna að vera bara svona hefilega stressaður. En þarft ekki, hvernig er það? Ertu alltaf með sömu byssuna í keppnum? Já. Og það er náttúrulega svona þá elskan þín? Já, þetta er mikið djást. Já. Og hvernig byssu ertu með í svona keppnum? Er það alltaf sama sem þú ert með að keppa? Já, það er Beretta 682 heitir hún. Og fínasti gripur. Já, og þú ert eini sem snertir hana, eða ekki?
Nei, það með allir prófa maður. Já. Það að gera að lega fólk að prófa þetta. En svona, þar, svona í kringu svona heimsmeistarakeppni þá þarf maður að vera alltaf smá stressaður líka til þess að ná árangri? Já, það bara, það mjög gott sko, það fylgir því náttúrulega ákveðin einbeiting og sem náttúrulega mjög nauðsynleg og maður reynir að hita eitthvað upp og reyfa sig aðeins og koma púlsinum á stað svona til að vera tilbúin í slaginn. Já. Og það er aðalega bara svoleiðis sem þetta er samkvæmt. En svona æfingar, þú þarft að það ekki væntanlega halda þér alltaf við að hita? Jú. Það er bara svoleiðis. Já, og ertu þá allt árið þegar tekur þér aldrei frí? Jú, maður tekur sér frí svona, maður skýtur ekkert mikið í desember og janúar, februar. Maður þyrfti náttúrulega skjóta meira, sko. Þessi kútar sem eru í tóknum úti, þeir eru að skjóta þetta til dæmis eins og á Evrópuleikunum, þá voru þeir sem voru eftir þar, þeir eru búin að skjóta svona 30-40 skotum áður en komið þangað. Já. Það er nú svolítið mikið. Já. Meðal Íslendingur eru búin að skjóta kannski 3-4 skotum á þessum tíma. Þannig að það er stórmunur þarna á milli. Já, það er náttúrulega hentur í veður átt úti. Og svona allt árið, þannig að menn þurfa bara að skella sér til útlanda og fara í æfingabúðir. Já, en þið þarna í skotíþróttafélagi Suðurlands, þið hafi verið að bjóða það ekki alltaf upp á námskeið svolítið mörg ár sumrin? Jú, við hefum verið að reyna það sko. Svo eru við með starfsmenn á vellinu sem að taka á móti fólki bara eða vill prófa sko. Það er félagið á Byssu sem að ef ykkur hefur samband þá er hægt að hafa hana með og eða maður bara leyfir að prófa sína Byssu sko. Já. Þannig að það geta komið sko, bara ná sér í skot og mæta á svæði. Nú ertu búin að ferðast við á svona mót og það hlýtur það ekki að vera svolítið stór munur á þessum svona aðstæðum þarna úti. Já. Og heima á Íslandi svona fyrir íþróttamannin. Já, þetta er náttúrulega sko svona venjulega skotvöllur þar sem þessi stórmót eru, þá er bara hótel og allt fínir í á staðnum. Þetta er bara svona íþróttaleikvangur. Til dæmis eins og völlurinn í Bakú þar sem Evrópuleikarnir voru haldnir og þeir eru náttúrulega svolítið yktir og þeir splæstu í ekki skotvöll fyrir 100 milljónir evra bara fyrir þetta eina mót. Já. Ekki nema? Nei, það er náttúrulega heiminn að hafa hann á milli sko. Nei. En aðstæðan er samt mjög fín sko, sérstaklega inn í Þorlákshöfn. Það er mjög góðar vélar og fína aðstæða. Já. En það er svolítið þetta kvartandi því. Nei. En svona, nú fyrir náttúrulega nálgast að heimsmeistaramótinu og þú náttúrulega heldur utan elskuna þína sem þú notar á mótinu, þið þurfum náttúrulega að standa saman. Já. Og hvernig það ekki, þú segir ekkert með hann hliðin á kottanum með það? Nei, hún er við hliðin á rúminu. Hún er hliðin á rúminu. Konaðin kannski færir hann aðeins í burtu? Já, við förum bæðið út ef þessi fær að koma með ykkur Já, það er svoleiðis, já, þá þurfum við Þannig að það er allan gott samstarf þarna á milli. Já. Það er engin öfundsýki þarna. Nei. Hákon Þór Svavarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi sem allra best á heimsmeistaramótinu því að það verður heldur betur mikil keppni þarna og veistu eitthvað hvernig svona aðstæður eru þarna það sem við vorst að fara í? Já, þetta er náttúrulega mekka skotíþróttarinnar í Lonato og Ítalíu. Þannig að þetta er bara eitt flottustu völlur heimsins sko. Já.
það verður ekki, væsir ekki okkur þar. Nei, og svo ertu væntanlega eins og margir aðrir afreks íþróttamenn á Íslandi að, já, þú ert kannski að selja klósupapir til þess að láta styrkja þig? Nei. Sleppu það, bara vinnur yfir vinnu. Já, það er bara harkið, gamla góða. Já, gamla góða íslenska þrjóskan. Já, þetta fer bara svo liðs fram. En veistu til þess að svona aðri keppendur út á heimi, þeir eru væntanlega svona ágætis styrkjum frá svona íþróttasamböndunum? Já. Skotsamböndin hann úti eru mjög rík mörg hver, sko. Og halda vel utanum sitt. Já. Þeir gera það svo sem ágætlega hérna líka, það er ekki það. Nei, það er bara ekki alveg jafn mikið í butuna hérna. Nei. Nákvæmlega. Hákon Þór Svansson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara, já, best of luck. Ég veit ekki hvað þið segið. Segið þið gangi veðurlega eða svona rétt eins og menn farið í leikhúsið fótbaróttið eða hvað segið þið? Já, það er nú bara, já, gangið vel, gengur bara upp, sko, held ég. Já, og miðað er rétt. Já. Það er ekki breyka leik, það er breyka klei. Já, nákvæmlega. Hákon Þór Svansson, bestu þakkir og gangið vel. Takk sem leiðis. Já, blessaður. Bless. Já, nógum við skotíþróttir í bili. Við munum að sjálfsögðu heyra í Hákoni hvernig honum gekk þegar hann kemur heim af heimsmeistaramótinu. Hann tekur þátt núna á Ítalíu 12. september. En næsta dagskrá er knattspyrnan og línuna verður Eiríkur Rafael Elví, leikmaður Árborg. Það er stórleikur framundan hérna fyrir þetta Árborgarlið. Stefnan sett náttúrulega á Pepsi-deildina 2020 og þeir eru núna í 4. deildinni og hann verður hér á línunni eftir smá stund. Farið ekki langt. Meiri fjölbreytni. Suðurland